En okkur langaði til að bera hérna saman tvö mjög keimlík brot sem að bæði gefið 2 mínútur fyrir. Já, við höfum aðeins tekið á sérstaklega þegar það farið í svona, skot í, bara, það farið í loftinu svolítið. Og þetta eiginlega, við höfum oft heyrt þetta afleiðing brot, svo það verið að dæma eftir því og allt það fram til göttunum. Hérna rauninu bara, þetta fyrra brotið á Emblu lendir illa og fer með höfuð þarna í gólfið sýnist mér. Þeir ræða þetta ekkert eitthvað mjög mikið þarna, Maggi og Kári og setja bara upp 2 mínútna brottvísun frekar fljótlega. En já, mér fannst það svona allavega alltilega en minnast á þetta og sjá hvort að þegar kemur annað brot sem mjög svipað. Þannig hún ekki endilega að fara í skot eða svona að reyna að losa boltann í litlu jafnvægi og beinar hendur, yfirleitt 2 mínútur, en þannig jaðrar við að geta gefið rautt spjald. En mér finnst það svona, úr því þeir gáfu 2 mínútur í fyrra brotinu, þá voru þeir eiginlega að gefa aftur 2, en mér finnst þetta alveg á mörkunum. Já, þetta bæði svona einmitt á grensunni, sérstaklega út frá þessu svona afleiðing brots, svona hugmyndafræðir sem hefur verið svolítið ríkjandi. Þarna hún auðvitað bara svona í maður og mann fintu og kemur bara svona gott púss og hún virðist missa jafnvægið. Í fyrra brotinu þá hún auðvitað komin í loftið og Katrín Tinna svona með frekar beinar hendur. Þannig að mér fannst það eiginlega verra heldur en þetta. Þetta lendir hún mjög illa í seinna brotinu en fyrra var svolítið meira svona, varnarmaðurinn hefði kannski meira kontról þar með því að hrinda með beinar hendur. En ég get ekki sagt hann að ég ánægður að þetta hafi verið 2 mínútur báðum megin. Mér fundist kannski óþarfa að fara í rautt spjald. Mögulega of hart.